komið sæl. Ég valdi nú ekki þessa lýsingu, einhvern veginn kalla maður sjálfan sig ekki skáld svona, en hins vegar það ágætis orð því það kynhlutlaust, en ég var í tíma í Háskóla Íslands daginn, ég var svo stressuð að nota, en mér langaði svolítið einhvern veginn að æfa mig að nota kynhlutlaust orð, að ég spurði nefndum hvaða orð aftur hægt að nota fyrir skáld. Það einmitt eitt af þessum góðu orðum, kynhlutlaust. Takk fyrir að bjóða mér og takk fyrir að vera hætt að bora. Allir orðnir kaffiþyrstir og þurfa að pissa og svona, þannig að ég ætla að reyna svona reyna að fara bara frekar hratt yfir sögu og ég ekki með neitt glærusjó. Ég skellti þessu bara upp, þetta ekki eftir, þetta ekki listaverk, teka fram, þetta er tæknifræðingar að reyna að teikna upp svona decentralisasjón á einhvern hátt. Mér fannst svolítið fallegt. Margrét myndist myndlistakvenna og mér langar nú bara til þess að byrja því að minnast eins hvíts karlmanns sem nýlega fallinn frá og tengist bæði nýlistasafninu og safnasafninu og tengist svona bæði jaðrinum og miðjunni og það hann Hreinn Friðfinnsson og það var einmitt mjög ánægjulegt að ræða við hann svona þetta fyrirbæri að vera jaðar listamaður og þá var maður kannski, þetta nú 20 ár, þá var maður svolítið pirraður á því hvernig einmitt nýlistasafnið var að tala sig sem einhverja jaðarstofnun meðan að hún var kannski orðin akkurat mjög svona ekki jaðar í svona hvað var það svona listrænt gildi en svo hinn bóginn heldur hún áfram að vera jaðarstofnun þannig að en ég ætla nú kannski ekki að ræða það í dag það svona svolítið stór umræða ég fór einmitt kynntist honum þegar ég fór að skrásetja eða svona ræða við hann verk sem að einmitt fjallaði þetta líklega þekktasta verkið hans húsið sem var litla húsið sem var á Röngunni og síðan var það komið aftur á réttuna svona inside out og outside in síðan heimsótti ég hann til Amsterdam og fekk að taka myndir af svona skjalasöfnunum hans að því að það var hluti af mínu námi að ég var að reyna að gera svona að arkívera arkív listamanna og það var mjög gaman að sjá hans arkív þau voru í svona dálítið mikilli óreiðu að manni fannst en það var mikil estetík svona yfir þeim og Möbius og hringurinn alltaf þar. Síðan eiginlega festist ég dálítið í þessum Möbius og hring í myndlistarheiminum og Unnar Örn við eiginlega fórum að vinna saman og unnum svolítið saman að meðal annars á tímamótum hjá nýlistasafninu svona að pæla í hvað ætti að gera við arkívið og safnegnina og svona svo samræða kom út í bók sem hét Archive on the Run og var mjög gaman að fá að taka þátt í því og ég þakka líka fyrir að fá að taka þátt í þessari samræðu hérna í dag sem mér finnst vera mjög svona þörf og mikilvæg. Ég vann líka með fleiri myndlistafólki meðal annars að setja upp sýningu í Þjóðminjasafninu og það var í fyrsta skiptið allavega eitt af fyrsta skiptunum sem að listamenn fengu að fara inn í geymslurnar og það var svona eins og búið til flæði á milli safnegnarinnar, sérfræðingarna þar og sýningarstjórana og mér
mér fannst það mjög svona góð reynsla og við skipulögðum málþing í framhaldinu. Þetta eru næstu 20 ár síðan og manni fannst bara þá eins og öll arkíf og öll einhvern veginn bara lýðræðið og arkífin og inngildingin, þetta væri bara einhvern veginn á svo góðri leið. Því það voru margir að vinna gott starf og mikil svona endurskoðun í gangi. En svo hef ég kannski ekki mikið tekið þátt í þessari umræðu akkurat, en mér svona spurning sem ég legg fram, hvort það hafi kannski orðið annarkvort ákveðin stöðnun eða pínulítið bakslag, hugsanlega eða er það bara heilbrigðismerki að við þurfum aftur að koma saman og ræða þessar spurningar. Ég ætla bara að segja ykkur örstutt frá svona því hvers vegna ég var að spökulur í þessum arkífum listamanna. Það var vegna þess að ég var upphaflega í heimspeki, fyrst í stjórnmálheimspeki og svo í heimspeki og var að skrifa doktorsritgerð í París. Ég ætla ekki að fara neitt út í það, en ég var að rannsaka svona það sem kallast innra rými arkífa, þar sem að fagfólk sér hið tæknilega skráningu og grisjun, og þar verður oft grisjunarstefnan til bara í praxís, og mér virtist að einhver leyti yrði söfnunarstefnan þar líka til, en það getur verið að það sé svona ofsagt. Og ég tók viðtal við skjalaverði og þá sem unnu inn í þessu rými og dálítið sláandi að hugsa mér sér hvort þetta væri jafnvel bara þessi svona grundvallar viðmið verklag og listrænt gildi og jaðarinn og miðjuna og allt það, hvort að það væru kannski bara í kollum einstaklinga sem voru mjög færir og höfðu mikla reynslu. Ég hafði svona ímyndað mér að væri meiri samræða. Og þessi svona ótti við einmitt hvað verður þá þessa þekkingu ef þessi sem sagt tiltekni safnvörður fellur skyndilega frá. Ég var sérstaklega að athuga sem sagt gjafir, hvað verður gjafir sem að berast opinberum söfnum eða bara minni söfnum. Það var svolítið ólíkt samt að hérna á Íslandi, þar var eins og Nýlistasafnið og kannski fleiri söfn voru bara mjög jákvæð gagnvart gjöfum einstaklinga, en í Frakklandi var talað var problematíkin í kringum gjafir mjög útlistuð, sem sagt kostnaðurinn og versennið allt saman í kringum risastórar listaverkagjafir og öll skjölin sem fylgdu og bara hvað listafólk auðvitað mikið versenn yfirleitt og fræðafólk og svona. Þannig að já, ég fór aðeins að spökulur í þessu hvort að þessar gjafir væru alltaf einhvern veginn eins og þær kæmu frá jaðrinum inn í miðjuna og væru svona eins og þessi exception eða svona þetta extraordinara, þetta sem svona extraordinar, stórkostlegt gjöf, en er alltaf skilgreint ekki sem verandi hið ordinara eða normið og eitthvað sem verður svona að bara vinna með og inklúdera, inngilda sem sagt, en hérna ég veit nú ekki betra orð en inngildingu, en strax finnst mér nú samt orðið inngilding vera vandræðalegt, ég verð að segja það. Þannig að ég svona auglýsi eftir öðru orði kannski. Það nefnilega, ég var líka fyrir áhrifum af því, ég var í rannsóknarhópi í París sem að hét Rannsóknarstofa mannfræði og minjasögu evrópskrar menningar. Það sem var samankomið fræðifólk úr ýmsum greinum og safnafræði var nú ekki orðin að fægi ekki hvorki á Íslandi né í Frakklandi, en svona það sem sameinaði þáttakendur úr ýmsum
greinum var þarna áhugi á söfnum og minjamenningu og raunverulega svona patrimóníu eða hvað svona já, þetta var einhvers konar svona afbygging feðraveldisins og var hugsað sem áframhald á verkefninu sem franska byltingin byrjaði með að setja lýðræðið, að koma lýðræðin á fót. Og svona allir frekar sammála það að þetta mitt norm og raunverulega bara öll minjamenningin og listamenningin öll væri hún svona byggð á mjög úreltri hugsun sem að það væri ekki nóg að einmitt að vera með raunverulega ekki nóg eins og Elisabeth var að segja að snúa þrýrningnum við sko. En ég þó ekki alveg viss að það sé rétt það væri eiginlega, þetta kom ég með þessa mynd sko, það ekki nóg að bara að viðsnúa hierarkíinu heldur þið einhvern veginn bara að leysa það upp í svona meira raunverulega einhvers konar syndikalískar einingar, svona anarkist kerfi. Þarna var maður sem í þessari rannsóknarhópi sem heitir Philippe Lejeune og hann skrifaði nú mikið grundvallarrit sjálfsævisöguna. En hans aðalstarf á þessum tíma var að ferðast sveitir Ítalíu og Frakklands og safna saman handritum af sjálfsævisögum, mest alþýðu fólks og fólk sem hafði skrifað sína sögu en aldrei fengið útgefanda, kannski ekki einu sinni leitað til útgefanda af því að hans hugtak, hann ræddi mikið þessa innri ritskoðun bara sem hvernig einhver normalisering farin að fólk bara upplifir það og hefur ekki sjálfstraust til þess að senda sín handrit. Enga síður til þessi ofboðslegi fjöldi af fullkláruðum og alveg mögnuðum sjálfsævisögum út allar sveitir og hann skipulaði svona net af fólki sem söfnurum sko, sem fóru alla Evrópu og söfnuðu þessum handritum. Þetta minnir náttúrulega svolítið á líka eins og skrárnar sem Davíð Ólafsson og Sigurður Gylfi gerðu bara skrásetja og safna saman til dæmis öllum handritunum bara hér í handritasafninu, svona dagbókum og sjálfsævisögum. Og skipulögðu dagbókarinnar þar sem að fólk var hvatt til að koma og gefa sínar dagbækur og held ég kannski hefur verið haldinn dagur sjálfsævisögunar, ég veit það ekki. En það sem þessi Philippe Lejeune og þessi Association pour la Autobiographie Patrimonial, takk, hún sá það strax að það væri bara náttúrulega eitt skref að safna þessu saman, finna góða geymslu, skráningin, skrá þetta, reyna að halda einhverja góða skrá þetta og svona og ræða það, að það yrði að eiga sér það miklu víðtækara starf, til dæmis bara að og þar þegar ég sá þessa gaf mér þessa sýnisbók safneignar hjá safnasafninu að hann gefur út, eða þau gefa út svona sem sagt, svona það sem hvert einasta það ákveðin svona trúnaður við handritin, hvert einasta handrit lesið og það einhver sem kommentar á það og það einhver útgáfa sem á sér stað og það leitast við að gefa út með einhverju móti, allavega með sýningum. Sumsé, þannig að ég að segja að það ekki nóg að hliðra til og breyta sýningastefnum, vera með kvóta, fá meira af þessu og hinn og vera duglegri að safna jaðrinum inn í miðjuna. Það þarf líka einhvern veginn að bara afbyggja algjörlega sjálft safna kerfið sko. Og það svona hugtak sem að mér þykir nú svolítið væntum en hætt við að verða svona klísju að brá, það sko svona skapandi skráning
og þá á maður ekki við sko bara upplýsingaóreiðu og engin munur á falsfréttum og venjuleg en þar sem að skráningar þetta innra rými safnana að það sé það sé bara einhvern veginn opið fyrir þar sé eigi sér stað samræða við miklu stærri svið og önnur svið við sýningarstefnun og þetta raunverulega heildarkerfið byggist upp á mjög ítarlegri samvinnu fagfólks, leikmanna, tæknifólks, listafólks, safnafólks og þetta þegar einmitt gjafir koma að þá það er mikil áskorun að þær slitna ekki bara úr samhengi, það verða bara eitthvað drasl upp í hillu, hvernig má skrá umfangið og einhvern veginn andan og jafnvel samfélagið og hvernig má ná því fram í skráningunni og hvernig má eiginlega sko reyna að ímynda sér hvað framtíðar rannsakendur langar til að rannsaka. Hvernig það mögulegt? Hægt að bara, bæta við fullt af tökum, leitarar, það góð byrjun, sko. Að því að oft reynist, sem sagt, svona einhver fyrsta flokkun eða fyrsta arkívering oft mjög lokuð. Ef hún byggð á hugsun bara, við setjum þetta hér og þá þetta hér algjörlega lokað kannski og týnt. Þannig að einhvern veginn þarf sko tækniþátturinn og að koma mjög svona sterkur inn og til dæmis og hann þarf að vera decentraliserar, þess vegna ég að leita að einhverju, auðvitað interneti kemur og það eins og Rhizome hugmyndin rótarflækjuna og við erum búin kannski að gangi í gegnum mikið af tækninýjungum og fólki sem að finna einmitt upp þetta vægirarki og ég ætla að nefna einn dataista sem sé gamlan sem heitir Alfred Jarry sem var með hugtakið hvað heitir það aftur? Auglýsa eftir orðan byrjar á P patafísík með apostróf og það sem sagt fjallar það umlega skammtafræðilegt og tæknilegt hugtak þannig að það mjög áhugavert að fara inn í hvort að við getum einhvern veginn látið skráningakerfin verða meira eins og vinna út frá spíralnum en ekki hringunum, hvort við getum haft þessa miðju allafann í spíral og já, ég semst hérna með svolítið pælingu lýðræðið en ég held ég sleppi því og segi bara að við þurfum einhvers konar sko stofnanalega inngildingu sko ég veit ekki hvað það einhvers konar, já þessi svona róttæka samvinna sko og afbygging á öllum grunnkerfunum, bara öllu ferlinu frá sem sagt, frá því hvernig við hugsum safneign og safngildi og það náttúrulega frábær tími akkúrat til þess núna, fyrst að öll þessi stóru söfn að fara að endurnýja safnastefnuna sína sko. Þannig að það eiginlega bara gott kannski veganesti sem mig langar til að segja að því meira vesen, því betra myndi ég segja, að því við búum á tímum þar sem alltaf hagræðing, strömlínulögun og einhverju búin að hugsa upp kerfið og við bara einhvern veginn tökum því en sko mér finnst þetta svona að hugsa að það þarf líka eftir, ef við verum með sko algjöra decentraliseringu og svona bara kerfi sem eru bara grasrótin sko, þá þurfum við hugsanlega eitthvað eftirlit, það búið að eyðileggja svona flestar okkar eftirlitsstofnanir í okkar samfélagi, en við þurfum einhvers konar eftirlit sem þá svona metadata og einhver
dataisma í datan og og eitthvað svona, já, það eins og við erum svolítið föst í því eftirlit, þá séum við komin sko í stalinismann, en sko raunverulega með eftirlit bara, þú veist, ef við hugsum þetta sem bara, það þarf alltaf, það bara þessi samræða, við þurfum alltaf að tjekka okkur af og því meira vesen, því betra og ég þakka fyrir mig.